Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og nú erum við komin í sambandi við Frakkland og á línuna er hann Jón Ingi Hafþórsson, fréttaritari hjá fótbolti.net. Komdu bless og sæll, höfðingi. Já, blessaður meistari, hvað segja menn? Bara ljúmandi góður, en þið í Frakklandi? Bara gætum ekki haft það betur, það fer vel okkur hérna. Sko. Og já, þið voru að flytja ykkur staðið ekki núna? Jú, passar, vorum í Annecy í gær og við vel snemma og tókum 2,5 tíma ferðalag yfir til Saint-Étienne, þar sem við erum hana, og Íslandi á leik á morgun. Og ég ætla að sé ykkur Íslendingur sem viti ekki að því að þessi leikur á morgun? Nei, ég held að það fyrir að vera í einhverju dái og búin að vera í dái bara í mörg ár til að vita ekki á því. Já, nákvæmlega. Þannig að meira þess að þeir sem eru bara búin að vera dái síðustu 10 árin, þeir kannski vita að leiknum. Já, ég held að náttúrulega fólk sem hefur engan áhuga á fótbolta, fólk sem hatar fótbolta, veit nákvæmlega hvernig þessi leikur er og jafnvel býður spennt eftir honum alls þess að láta neitt við. Já, ég get allan sagt það, ég er stressaði fyrir kvöldmatinn annað kvöld að frúin minni eftir að heinta að horfa á fótboltaleik. Það verður eitthvað nýtt. Já, það verður eitthvað nýtt, nákvæmlega. Já. Herðu, en já, svona, hvernig er svona stemningin á strákunum okkar hérna út í Frakklandi? Við hittum á það hana á hótelinu eða í Annecy, það sem var stórkostlegt hótel og þá voru þeir virkilega brattir, þeir voru að sína okkur svona aðstæðunar þeirra, þeir voru að leika sér í PlayStation og Pool og eitthvað svona. Þeir var alveg rosalega vel og þeir virðast bara tilbúinir og sprækir og já, ég held að þið séu bara klárir í stóra dæmi á morgun. En stemningin svona í kringum liðið, hvernig virkar þetta svona fyrir almenna Íslendingi sem er ekki þarna úti? Er þetta, eru þeir alveg fullt af áhorfendum alltaf í kringu þá eða fá þeir frið eða hvernig virkar þetta fyrir sig? Þeir fá alveg 100% frið, sko. Þeir eru eina fólki sem er á hótelinu þeirra eru bara þeir og það kemst engin áhaldin, ekki einu sinni konar þeirra, sko. Það þeir fá eins mikið frið og mögulega hægt er og það er hérna spa og eitthvað og sundlu og eitthvað, þannig að ég held að ég séu rosalega mikið bara að slaka á svona á milli æfinga og þeir fá gríðarlega mikið frið. Þannig að í rauninni er þetta þannig að, já, meira þess að konunar fá ekki að koma hann upp að herbyggi, þá er mikið sagt. Já, ég held að þau fengi að hitta á í hana einn dag eitthvað tíman en þeir eru held ég ekkert að fara að hitta þar aftur bara fyrir en eftir mót, held ég, sko. Það er lúxus. Það er ákveðin lúxus, já. Nákvæmlega. Herðu, en já, svona stemningin hann úti, eru svona stuðningsmenn landsliðana komnir til Frakklands og heyrist eitthvað í þeim eða? Já, við hefum ekki verið eitthvað rosalega varið við það. Við erum mætt hann á hótel okkar. Það voru 4-5 Íslendingar í lobbyinu en ég held að þið séu flestir ennþá í Lyon og fara til Saint-Étienne á morgun. Þannig að það verður algjör veisla strax á morgun. Það verður fólk mætt á fansón og byrja að dansa og bralla og svo leiðis. En þetta er svona nokkur rólegt í Saint-Étienne eins og er. Sko. Gæslan á mótinu, það er nú mikið búið að ræða hana. Er hún eins hörð og sagt er? Já, við förum ekki mikið við blaðamenn á þessi leitaði í öllum töskum og allt saman, sko. Það er þess að þegar við fórum á æfingasvæðir á völlin áðan, það svona liðið æfði, þá var svona hálfgert flugvalla eftirlit. Það var málmleitaratæki og þetta fór í gegnum alls konar skoðanar, en að þeir eru svolítið, já, eru svolítið skelkaði bara, eins og gefur að skilja, þannig að maður fyrir ekki langt að þessi leita á manni öllum, bæði töskum og vössum og allt saman, sko. En, já, allir heilir fyrir morgundaginn? Já, svo segir hann, eins og ég held að Heimir hafi sagt, hringt út að vera allir heilir en menn svona misfrískir, en það ætti allir að vera heilir og tilbúinir í leikin, sko. Kári Árna hafi verið eitthvað meittur og veikur, en hann sagði mér að hann var 100%. Og svo eru menni svo Kolbeinn og Aron sem voru að glíma eitthvað meiðsli fyrir móti, þeir virðast hafa náð rosalega góðum bata á skömmum tíma, þannig að þetta lítur voðalega vel út þegar kemur á hópnum. Já. Og þú væntanlega orðin jafnspenntur og öll þjóðin að fylgjast með fyrsta leik annað kvöld? Heldur
betur, ég get ekki beðið, ég skoði hann á völl á hann og ég get bara ekki beðið eftir að fá að fara á hann aftur og þegar alvaran byrjar, sko. Okay. En þú vaktir svolítið athygli sem fjölmiðlamaður á fyrsta blaðamannafundinum að því að þú ert með það ekki, skjaldamerki sjálf bara á handleiknum maður. Jú, það passar. Það byrja alltaf því að einhver sænskur blaðamaður sem er víst einhver erki óvinnur Lars Lagerberg. Það er mjög gaman á því að mæta á alla blaðamannafundi og vera leiðilegur við Lars. Því að það er eitthvað bara að hann var þjálfari í Svíþjóð og þá kom þessi einu maður og var alltaf að drulla yfir allt sem hann gerði. En sá maður, hann kom upp á mér og sá þetta og byrjaði eitthvað að leika sér á Snapchat og spurði hvort að ég ætti ekki bara að vera í stúku með öðrum stuðningsmönnum, að ég gæti alltaf verið blaðamaður og en ég hlóð nú bara af því. Já, þetta er sem að Jósi fyrstumerking og hundleilu blaðamaður. Já, alveg á hreinu. Þú ert alveg hreinskilinn. Eftir það fór Elvar Geir að hendi sinna á .net snappið og þá fór þetta vekja svolítið athygli, sko, að náttúrulega maður er með fána landsins sem að kemur frá sér á Evrópumóti og hvað þá sem blaðamaður, maður svona stendur svolítið út úr, sko. En þessi fjölmiðlamaður er hann mættur bara þá alltaf bara í rauninni til þess að vera með leiðindi við Lars Lagerberg? Já, í rauninni eins og bara á blaðamannafundi áðan þá var Lars bara eitthvað að tala Portugalsleikin þegar hann fekk eina spurningu beint hennar Lars og spurði Benton eitthvað þú nú vanur að gera ein svona stór mistök en heldur þú getur sleppt við mistöki núna. Það kom með svona neikvæðan punkt á þetta, sko. Það er náttúrulega leiðindi í kallinu. Þannig að þetta er bara svona eins og danski fjölmiðlar eru oft við Guðmund Guðmundsson landslýþjálfari í handbolta. Já, það má segja það. Þegar með þetta Snapchat sitt, hann er alltaf með eitthvað flauti sem hann blæs rosalega hátt í til þess að fólk svona líti við og horfi í áttina á honum svo þið sjáist á Snapchatinu og þið sjá andlitin á fólki, sko. Já. Þetta eru orðinni svolítið þreyttir á þessari flauti, sko. Þetta er eitthvað leiðilegt. Já, þannig að þetta er alveg hrikalega skemmtilegu karakter eða þannig. Já, svona líka og ég sá líka bara svipin á Lars þegar hann byrjaði að tala hann á blaðamannafundunum og ég held að Heimir, hann er gerðilega bara að segja Heimir frá þessi, Heimir glotti bara meðan hann var að tjá sig. Já. Þannig að þetta er maður sem er komin til að fylgjast með Ísland en ekki sínu eigin landi. Já, ég held að við bara tróðum sokk upp í hann og Lars sýnur honum nákvæmlega. Hvernig þetta er gert? Og þið fjölmiðlamenn Íslendinga, þið eru nú alltaf að fara að taka í þennan manni það nokkuð? Við erum svo vínarleg. Við komum hérna til að skemmta okkur. Þannig að sumir stuðningsmenn. Það er nákvæmlega. Jóhann Ingi Hafþórsson, takk að kærlega fyrir að gefa okkur tíma og fótbolti.net verður sjálfsögðu það ekki vaktinni annað kvöld og bara næstu vikurnar. Sjálfsögðu beinatextalýsingar og viðtöl og blaðamannafundir. Þetta er ekkert frí hérna í Fraklandi, maður er að vinna allan tíman. Já, það er Snapchat og Twitterinn og allur pakkinn. Allir pakkin, endilega fylgist þeim með. Nákvæmlega. Jóhann Ingi Hafþórsson, takk að kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara áfram Ísland. Bara minnsta mál, áfram Ísland. Bestu þakkir. Blessaður. Já, bye. Já, leikurinn annar kvöld klukkan 7 ásamt öðrum leik sem byrjar reynda klukkan 4. Það er Austurríki-Ungverjaland, Ísland að sjálfsögðu í riðli með Portugal, Ungverjalandi og Austurríki. Nú það er bili, við ætlum að skipta okkur úr fótboltanum yfir í torfæruna. Helgina var torfærukeppni á Akranesi og línuna eftir smá stund verður hann Ólafur Bragi Jónsson sem er held í ennþá titlar heimsmeistari í torfæru en hann keyrir bílinn Refurinn og þeir eru í harðri samkeppni hann og Snorri Þór Árnason á kórdreignum. Það er alvöru keppni í torfærunu þessa dagana. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Langt samspil hérna hjá Íslands